Já, takk Linda. Við erum hér að spyrja Íslendinga hvað þau ætla að gera í sumar og ég er einmitt búin að stoppa hérna einni á götunni í miðbænum og spyr þá, hvað ætlar þú að gera í sumar? Herri, ég ætla að ferðast svolítið innan lands að sjálfsögðu og ég er að hugsa að fara á strandir, vera þar, fara til Hólmavíkur aðeins og ferðast Vestfirði. Já, varstu eitthvað þar í sveit áður eða þekkirðu til? Já, ég á fjölskyldu á Hólmavík þannig að ég ætla að fara á og það er svo margt skemmtilegt að skoða það. Það er óákveðið að svo sinni, eða svo stötu. Það er ýmsar hugmyndir á borðinu, en það verður mest innanlands. Mér langar bara að sjá sveitina mína. Sveitina? Og hver er sveitin þín? Mest allt Íslandi en örugglega flest allt. Ég er frá Vestfjörðum. Vestfjörðum? En ég var í sveit sjálfur hérna fyrir sunnan og líka fyrir hérna í Dölunum. Og svo er Akureyri fallið líka og allt þetta. Já. Hvað finnst þér að fallegasti staðurinn á Vestfjörðum? Oh my god. Þingeyri. Ég ætla að reyna á það. Já. Ætlar þá að ferðast innanlands? Já. Er einhver ákveðinn staður sem þið alltaf langar til að heimsækja? Svo langt síðan farið í Mývatnssveitina, það er eins og Gunni Þóra segir sko, það er æðisleg. Já. Myndirðu segja að það væri svona uppáhaldsstaðurinn á landinu? Já. Svo þykir mér vænt það sem ég var í sveit. Ég var unglingur á Skógarströndinni. Já. Bara á 6 ára aldri, þannig að það var rosalega gaman og svo var ég heppinn komst í Mosfellssveitina þegar hún hét sveit. Það var góðu fólki, en það bara Reykjum, það var ekki á það verða sko. Já. Já, það lítur allt út fyrir að það verði bara vinna í sumar. Þú nær ekkert að ferðast innanlands mikið? Ég vonast til þess. Mér langar óbúslega mikið til þess að fara og aðeins skoða náttúruna og komast aðeins út úr borginni. Það bara fer dálítið eftir vinnunni, það er dálítið mikið að gera þessa dagana. Einhverju ákveðnir staðir sem þið langar sérstaklega að heimsækja? Sko, ég hef mikið dálæti af Suðurlandinu, en ég hef kannski minnst skoðað Norðurlandið og þannig að ég held að ég hef áhuga að fara norður og líka Vestfirðina. Já. En það er kannski Norðurlandið í sumar ef þú færð frí? Já, vonandi. Já, ef maður verður ennþá á lífi í sumar. Er einhver ákveðnir staðir á Íslandi sem þið alltaf langar til að heimsækja? Sko, hringir síminn. Mér langar ofsalega að fara á Vestfirði í sumar og svo fer ég örugglega eitthvað á Austfirði líka. Já. Ég ætla ekki að fara tjald og reyna að fara í útilegu en bara spurning hvert. Þannig að... Er einhverjir sérstakir staðir á Íslandi sem þið alltaf langar til að heimsækja? Já, ég væri til að fara til Ásbyrgis aftur. Fór til Ásbyrgis þegar ég var, 5 ára eða eitthvað og það hefur aldrei farið þangað aftur. Almennilega. Já. Það væri geggjað að fara þangað í góðu veðri og gista sko. Hvenær fórstu síðast í Ásbyrgi? Ég held að ég hafi staðið bara fyrir 15 árum síðan sko. Eitthvað svona, ég keyrði hringinn fyrir einhverjum 5 árum síðan en það var svo vont að ég stoppaði ekkert. Þannig að þetta er svona staðir sem ég langar til að fara aftur. Já, mér langar rosa mikið til að ferðast. Ég á dóttur í Þýskalandi og mér langar til að fara til hennar. Ég er alltaf á sumrin sko, en ég vona í síðasta lagi 1. september að opnast fyrir flugið. Líka bara út af efnahagsmálunum. Já. En þú ert bara vonast til þess að landamærin fara að opnast svo þú getur farið? Já, allra hluta líka að fara í ferðaþjónustuna, alveg tvímælalaust. En hafðir eitthvað hugsað þér að ferðast innanlands í sumar? Já, ef ég kemst ekki, þá verði ég náttúrulega að fara innanlands ef ég geri voða lítið að því. Því það er líka dýrar að ferðast innanlands. Já. Heldur en að fara erlendis. Já. Ertu að vonast til að það verði einhverjar svona verðlækkanir til að hvetja Íslendinga til að ferðast meira? Það verða verðlækkanir, þeir verða að gera það. Sérstaklega á þessum eins og með Guðmundi Jónassyni og ég spurði einu sinni og það var jafn dýrt að fara að hringja með Guðmundi Jónassyni eins og að fara í eina utanlandsferð. Svo ef þeir lækka það ekki, þá verður ekki mikið að fólk ferðist hingað þangað landið. Við höfum gullfallega náttúru en fólk þarf að efna þau líka. Fólk er að missa alveg massavís atvinnuna. Og það hefur ekki peninga til að borga dýra ferðir, þá verður bara lækkaður til að fá eitthvað smá í sinn. En varstu með einhver áform fyrir að ferðast til útlanda sem þú þurftir að hætta við? Já, ekki nema bara að sjá Rolling Stones. Já. Þeir þurftu að fresta þessu, núna út af þessari veiru. En nota bene, þeir gáðu út lag núna
Living in the Ghost Town heitir það, ekki? Það ekki séð það? Nei, ég var ekki búin að sjá það. Nei, það var á netið að sjá það. Þetta er bara unglingar tala þetta sé flott. Og þeir eru nú kannski ekki alveg unglingar. Elsti sem er í hljómsveitinni núna fæddur 41. Sá sem var í hljómsveitinni Bill Wyman, hann fæddur 36. Hann er ennþá að spila með einhverjum Rhythm Kings og bara unglingar. Jú, reyndar í þetta skipti hafði ég plönum þar. Með konunum minni, en það voru að geyma bara til næsta árs. Já. Ég ætti að vera í skiptinámi núna, þannig að ég ætlaði að vera í útlöndum fram á sumarið. Hvað ætlarðu að vera í skiptinámi? Ég ætlaði að vera í Íslandi, í Tartu. En það fór bara eins og það fór, þannig að ég verð hér í bili. Áttu þér eitthvað uppáhalds stað á Íslandi? Uppáhalds stað á Íslandi? Já, sko, fyrir utan Strandir, sem eru gífurlega fallegir staðir, þá myndi ég segja að Siglufjörður var uppáhaldsstaðurinn minn. Það er líka svo fallegir bær. Já. Einhver staðir sem þið hefur alltaf langað til að ferðast til en hefur kannski ekki náð að gera það áður? Já, ég á reyndar eftir að fara rosa mikið austur. Þannig að ég er líka að stefna á að fara þangað. Fara á Austfirðina og Egilsstaði og svona. Það er rosa langt sem ég fór þangað síðast. Já. Og varstu með einhver plön að fara til útlanda sem þú þurftir að hætta við? Já, ansi mörg. Þannig að maður þarf svona aðeins að endurskipuleggja þetta. Finnst þér að hafa verið að ferðast meira síðustu árin frekar til útlanda en innanlands, svona yfir sumartíma? Ég hef nú eiginlega verið að gera heldur meira af báðu. Þannig að jú, ég hef verið duglegur við að ferðast innanlands og utanlands. Svona undanfarin ár. Þú hefur bara hlakkað til sumarsins? Já, maður reynir að gera það best úr þessu. Nei, ég var ekki með nein áform, þannig að ég var ekki búin að bóka nein flug eða hugsa þetta neitt. En það er ég dálítið þannig að ég ákveð hlutina með mjög litlum fyrirvara yfirleitt ef ég er að fara að gera eitthvað. En annars er það bara vinnan? Annars er það bara vinnan. Ég hefði ferðast erlendis ef ástandið hefði ekki komið upp. Já. Ætli já, þú varst búin að ákveða þá að fara eitthvað til útlanda en? Já, það var eins og ferður á dagskrá. Það náttúrulega flugmiðar allt kansalaðist, þannig að Er einhverjir ákveðnir staðir á Íslandi sem þið hefur alltaf langað til að skoða? Ég er nú búinn að ferðast landið alveg fram og tilbaka, bæði vegna vinnu og annars, þannig að það er fjalllendið og hálendið sem heillar. Já. Þannig að það verður eitthvað jeppast inn í land væntanlega. Sem í blandið einhverja sumumbústaðferðir býst ég við. Já, sjálfsögðu. Áttu þér einhvern uppáhalds stað á Íslandi eða fallegasti staður sem þér þykir? Nei, ég get eiginlega ekki gert upp á milli. Hver staður hefur sinn sjarma, sko. Sko, ég var með plön páskana sem við senkuðum til júlí. Ég hef sterkan grun á því að það er að fara að senka aftur. Þannig að já, ég ætla að fara til Skotland, en ég verð kannar bara að fara til Afríkis. Það er bara spurning þá hvenær með Skotland. Já, basically sko. Þessi 5.000 króna tjekki frá ríkisstjórninni, heldur þú getur nýtt hann eitthvað? Já, ég held það. Alveg pottþétt. Ég finn ykkur að leita þess. Já. Verður maður ekki að reyna að gera það? Kaupa sér eins og einn hambúrgara eða svo fyrir þetta? Já, sjálfsögðu myndi maður gera það. Ég samt er ekkert... Ég er ekkert opaslega hrifin af þessari hugmynd með þessari ávísun. Ég skil ekki alveg hverju hún eigi að skila. Þetta er náttúrulega ekkert það mikið í fyrsta lagi. Ég hefði miklu frekar vilja sjá bara að fjárfesta miklu meira í fólki í landinu og passa upp á það sé verið að tryggja afkomu fólks í landinu. 5.000 króna ávísun til þess að nota í ferðaþjónustuna er ekki að fara að gera mikið fyrir þá sem að hafa minnst á milli handana og langar mögulega til þess að ferðast líka. Það kostar nú bara 15 skall að fylla á tankinn. Ég er nú ekki einu svona með aukatank, sko, þannig að ég veit ekki hvað það á að gera, sko. Ég kemst alltaf út á bænum fyrir það. Þannig að því miður kannski maður kaupi ís fyrir það hérna og það er eitt Reykjavíkur eða eitthvað. Nei, ég hugsa nú ekki. Þetta er góð gjöf, en ég hugsa nú ekki, sko. Ef við fáum þetta sumar eins og að byrja núna, að þá er ekkert að því að vera hér í sumar bara hérna á höfuðborgarsvæðinu og njóta út á Austurvelli og sitja út og drekka kaffi eins og dagurinn er í dag. En maður veit aldrei, það getur komið rigning á morgun. Þetta er svo óstabilt veður á Íslandi til að ferðast. Þú ferð í sólskinni og svo kannski eftir 2 daga að þá er komið rigning. Ef þú ferð tjald þetta pakka saman.
Þannig að ef maður gerir sitt besta, meira er ekki hægt að gera, þangað til það opnast allt saman. Guður, ég veit það ekki, ábyggilega. Kannski kaupa hambúrgara í staðaskála eða eitthvað. Nei, ég held að þeir náðu þess að mér eftir einhvern veginn, sko. Þeir eru vanið því. Ég er náttúrulega lengu fæddur 48, þannig ég er endur lífeyrisþegi. Og ég er búinn að fylgjast með stjórnmálum í 50 ár. Og þetta er alltaf verið að níðast á þessi minna megasín. Það er alveg ótrúlegt. Katrín Jakobs tók bara 360 gráðu sving og allt var fallið sem Bjarni er búinn að gera. En ég ætla nú ekki að vera að sitja út af þetta núna. Þeir eru örugglega að reyna að gera sitt besta. En ég hugsa að verði einhver misskipting samt því að ég treysti ekki Bjarni. Og ekki heldur Framsóknarmönnum og ekki Katrínu. Ég er engum þarna niðurfrá, ég veit það ekki, víst. En maður verður að vera bjartsýnn, það er hérna málið. Og sólinn, sko, þetta er geggjað, sko. Heldur þú muni ferðast meira núna en þú hefur gert áður? Ég er enda búinn að vera bíllaus núna 2013, þannig að ég nota strætó. Og hérna, það er hægt að taka bíla. Og ég mæli með því að ferðast innanlands því að hérna, þetta á allt eftir að lifna við hérna og verða jafnvel betra. Hvað með þessi hérna 5.000 króna tékki sem allir fá frá ríkisstjórninni? Ætlar þú eitthvað að nýta hann? Já, ég sé ekki að því núna bara. Takk kærlega. Takk.